svakalegu leikur hérna að baki. Eitthvað svona sem þú sér svona núna eftir og hvað vantaði upp á til að klára þetta? Já, það kannski öskrar náttúrulega mest á mig bara töpuðu boltarnir. Við erum með 27 töpuða bolta sem eitt og sér náttúrulega fáránlega hátt og ótrúlegt að við höfum farið í tvíframlega leik á móti svona sterku liði með þetta í farteskinu. Og þeir tapa 10 þannig að það munar 17 boltum. Þetta svona fyrir mér fyrst og fremst þetta svona sem kannski skilur á milli. Cook var að bera ykkur ansi langt og nokkur náttúrulega svakaleg play frá Tómasi Heiðari en já, Cook, hann var svona, ég tók eftir, þú gagnrýndi dómara leiksins fyrir það að hann var mikið þjarkað á hann. Já, ég meina, ég ætla ekki svona að fara út í þá sálma. Ég er búinn að vera það lengi í þessu að veita að það hefur ekkert upp á sig og ekki fagmannlegt, þannig að ég ætla nú bara tjá mig helst ekkert það. Ég ræddi við dómarann eftir leikinn og sagði hvað mér fannst og mér var sagt að þegja eða þú veist hætta og þá bara er best að gera það bara. Þannig að ef öðruvísi hefur verið haldið á spilunum þar, hefur kannski leikurinn snúist við eða hvað? Fannst þér að neiga meira inni? Ég ætla ekki að fara í ef og hefðið eða eitthvað svoleiðis en hann fyrir 3 ára vítalínuna og það kannski gerðist síðast þegar hann var, ég veit ekki, 7 ára eða eitthvað þegar voru fangelsisreglur á leikvöllunum í Pittsburgh. Svakalegu leikmaður hérna á ferðinu og ef með skjáttlast ekki þá var hann nú kannski ekkert alveg að ganga heilt til skógar en tekur samt svona leik. Já, þetta er náttúrulega frusu spilari þegar hann er heill og við erum náttúrulega bara búin að vera á bæn bara, þetta sé ekkert eitthvað alvarlegt og þetta lítur bara ágætlega út, þannig að mér er létt en maður svona stressaði fyrir þennan leik bara upp á hvernig staðan á honum yrði því að hann náttúrulega meiddist svolítið illa þarna á móti Keflavík. Og ég vil bara bæta því við, mér finnst dómarinn ekki dæma leikinn sjálfan illa, þetta var bara, það var eitt atriði þarna sem ég er með smá ógleði yfir og sem snýra einu manni og það er bara, maður hristi það af sér og áfram gakk, menn þetta er allt fínir dómarar og körfuboltahundar sem vilja leiknu vel en ég er svona fyrsta skipti að upplifa svona skrýtna tilfinningu sem ég veit ekki alveg hvernig ég á að vinna úr en það kemur. Það er nú margir aðrir örugglega með skrýtna tilfinningu, þú talar nú um það því að þið voruð metnir svolítið svona milliviktarlið fyrir tímabilið, þeir eru nú heldur betur að sýna fram á annað núna. Já, ég meina þú veist ég mér bara skítsama hvað aðrir heldur varum að fara að gera fyrir tímabilið sko. Við bara höldum áfram okkar striki hérna í Þorlákshöfn að vera með gott körfuboltalið og eins og ég margoft búinn að segja, ég er ekkert endilega að spá í einhverju ákveðnum sætum, þetta er svona öðruvísi tímabili núna, við náttúrulega vorum búin að byggja upp sterkt lið, gera sterkt lið úr ákveðnum hóp og nú er hann farinn, þannig að við vorum í öðruvísi stöðu, hópurinn núna uppi yfir af ungum heimastrákum og svo fáum við unga stráka, Ragga og Tomma og þetta er allt strákar sem er að leita breakthrough tímabili og fara úr því að vera efnilegir í að vera góðir og það er bara verkefni nummer 1, 2 og 3 núna og svo er ég að reyna að kreista eitthvað smá og nefn eftir, menn heldur nú að hann væri búinn en við erum að reyna að kreista eitthvað smá meir úr honum því að þetta er góð leikmaður. Já, einhver smá tölur hjá hann í kvöld og hann er svona á þeim aldri að dísillinn fór að kikka inn hérna á lokasprettinu. Já, ég meina, hann er ekkert að hoppa eða hlaupa eða eitthvað hérna eins og þessi yngri en það er hægt að hann á alveg slatt inni í sér ennþá og okkur munar alveg þvílíkt hann að hafa hennar reynslubolta með þessum strákum sem eru svona 13 til 16 árum yngri sko. En Benedikt, það er dýrt fyrir ykkur að vera með fyrirliða við 18 ára landsliðsins hérna í meiðslum, hvað er langt í Emil Karel? Ég held að sé allavega 4 vikur í viðbúð, þá veit maður kannski eitthvað meira. Hann gefur svo aukna dýpt vissulega? Já, ég meina við vorum með, í restina hérna vorum við með 2.97 mótil hérna í framlengingu 2 hérna á móti hörkuliði og ég meina svo er strákar hann þessu Halldór Garðar sem að þú veist við bara treystum og hann er bara að fá fína reynslu sko.